Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið þið sæl og blessuð. Til að fjalla aðeins húsin í bænum, húsin í borginni, arkitektúr. Getið fengið eina mynd á skjáin Laufey. Þið þekkið þetta hús. Þetta Hljómskálinn. Fyrsta tónlistarhús Reykvíkinga. Tók þessa mynd fyrir nokkrum dögum og skrifaði smá færslu á Facebook það hvað þetta væri fallegt hús og hvort við værum hætt að byggja svona falleg hús, og það stóð nú ekki á viðbröðunum frá fólki og komu bara tölvupóstar og einkaskilaboð og svona augljóslega hafði fólk mjög sterkar meiningar það við hefum ekkert gengið til góðs, og þetta svo sem ekki glæni umræða að arkitektúrin sé að verða ljótur og ljóslaus og vantið þennan elegans sem þið sjáið í þessari byggingu. Sumir segja að það vanti langtíma hugsun, svo erum við líka alltaf að fá einhverja fréttir af myglu og okkur finnst þetta grátt og þessi hent upp á mettíma og manni finnst bara eins og það vanti stefnu og ég veit ekki hvað og hvað, þannig að þótt sólin hafi nú skinið falli og þessi búið að vera hlýtt í dag þá hef ég fengið, þá ég ákveðið það að fá hana hérna Hildigunni Sverrisdóttur arkitekt til þess að ræða þessi mál við okkur. Vertu velkomin til okkar. Takk fyrir að bjóða mér. Já, það er gaman að fá þig. Þú heyrðir það sem ég nefndi þarna í inngangnum að þetta nú svona alltaf mikið á götuhorninu núna að það virðist vera einhver vakning og það ansi margir sem ræða ljótleikan í nútíma arkitektúr hér. Við erum náttúrulega að fá ég hef sagt það stundum að ég fór einu sinni með barn í Hörpu. Og þegar við komum út úr Hörpu þá sagði barnið að hver allt svona rosalega grátt og horfði á Sjóndeildarhringinn og það var einmitt allt grátt. Og núna skammt frá Hljómskálagarðinum og þessum hljómskóla, þessari fallegu byggingu, þá sjáum við ansi drungalega tóna innan sumar af fallegustu byggingum Reykjavíkur að mínum mati. Og þá það sem sagt, þá komum við kannski að fyrstu spurningunni, það bara mál manna að við höfum ekki sinnt fagurfræðilegri skyldu við húsbyggingar hér síðustu áratugi? Já, ég held að mig alveg segja það og ég held að viðbrögð almennings auðvitað endurspegla það. Við höfum undanfarin ár, þá höfum við byggt upp sérstaklega í miðborg Reykjavíkur meira heldur en það hefur ekki verið byggt svona mikið magn í miðborgum síðan eftir seinni heimsstyrjöldina. Þannig það búið að vera gríðarleg uppbygging. Á sama tíma hefur okkur fjölgað mikið. Já. Þannig að þörf fyrir íbúðir er náttúrulega mjög mikil og sem þýðir náttúrulega að borgin bæði þéttist og heldur áfram að vaxa út í sem sagt áfram út. Við erum enda náttúrulega á nesi, þannig að við vöxum náttúrulega bara í eina átt fyrir utan þéttinguna og náttúrulega svæði eins og flugvöllin og annað slíkt sem hafa verið. En ég held að viðbrögð almennings sé mjög skiljanleg að því leyti að fyrst komu náttúrulega teikningar og grenndarkynningar og alls konar fínar kynningar með fólki hlaupandum svona einhverjum dönskum veruleika sem við sjáum nú eiginlega aldrei. Og það er kannski ekki hægt að ætlast til þess að almenningur geti kannski lesið úr þessum hugmyndum, teikningum og einhverjum draumkenndum myndum. Nei. En og þar með ekkert endilega brugðist við, en síðan kemur raunveruleikinn. Og eins og ég segi, það er svo gríðarlegt byggingamagn sem hefur sprottið upp á undanförnum árum. Já. Og það er það sem fólk er að sjá. Og það er kannski tvennt í þessu. Annars vegar að þá vitum við að fólk það sem er nýtt er oft erfitt að það er erfitt að taka við nýju, sérstaklega í umhverfi. Ég meina, byggingar hafa áhrif á allt okkar líf, bæði innan og utan.
Já. Og ég meina byggingar Guðjón Samúelssonar sem að Sigmundur Davíð til dæmis hefur verið að mæra, þær þóttu ekkit endilega fallegar eða gott innlegg í bæinn á sín tíma ekkit, og eins með Ráðhúsið, fólk var náttúrulega algjörlega sturlað yfir byggingu þess og hvernig það leit út og svona. Svo komu nýjar kynslóður og þetta þykir bara gríðarlega fallegt hús og allir eru sáttir. Þannig að vissuleyti getur maður annars vegar sagt að fólk á yfirleitt erfitt með að taka við nýjungum í umhverfisinu. En svo má hins vegar algjörlega ræða fagurfræðina og áhersluna fagurfræðina og þar held ég að við bara búum við svo ólíkan veruleika heldur en við bjöggum við áður. Og ef ég má aðeins svona útfæra það að þá bæði borgin svo ung, okkar borgar samingi svo ungt og við hoppum svo hratt, það er engin klísi, það bara þannig. Svo við hoppum svo hratt úr torfbæjunum yfir í steinbyggingarnar og síðan yfir í borgina. Og maður sér að fyrstu arkitektarnir, þeir koma, og það er mjög áhugavert líka að fyrstu arkitektarnir okkar, þeir læra í rauninni mikið til í Evrópu sem að byggja sig upp eftir fyrstu heimsstyrjöld. Og þar með, og það er svona komin þessi kannski sósíaldemokratíska skilningur á því að það skipti máli að hver manneskja hafi það gott. Já. Þannig að bæði kemur þarna hópur arkitekta sem að hefur virkilega bæði innsýn og löngun til þess að byggja upp borgina. Pólitísk hugsjón. Algjörlega. Og líka fagleg hugsjón, það er að segja fagleg ábyrgð. Að finna til ábyrgðar á þessari sérþekkingu sinni og veita henni áfram. Og þetta fólk var með mjög skýrar meiningar og á sama tíma er fólk eins og Guðmundur Hannesson, Knútur Símsen og aðrir sem að taka við og eru búnir að vera að tala þetta áður. Þannig að það verður svona ákveðin samhljómur. Það sem ég langar líka að segja er að bæði eru þarna arkitektar sem eru mjög færir. Á sama tíma verður maður að benda á að það er fólkið sjálft sem er að byggja sín eigin hús. Já. Það er svona helstu hverfi Reykjavíkur og jafnvel Laugavegurinn og svo framvegis, að það er fólk sem tekur sér saman eða, þú veist, ef það hefur efni, að þá byggir það sitt eigið hús og þegar þú byggir þitt eigið hús að þá náttúrulega leggur hjartað þitt í húsið. Og jafnvel eins og Laugaveginum að þá er kannski kaupmenn sem byggðu, þú veist, búðina sinna jarðhæð, bjuggu svo og hugsaðu sér kannski að leigja eitthvað smá. Og svo fólk sem tekur sig saman í fjórbíli og jafnvel ungt fólk við sáum í Kópavoginum til dæmis, jafnvel ungt fólk bara rosa hugsjón byggja sér blokk saman. Já. Og það að byggja fyrir sjálfan sig eykur þá aðeins líkurnar á fegurð eða hvað? Ekkert bara aðeins, að því að fyrir mér fólk og ég meina, hugtakið fegurð virðist vefjast svolítið fyrir fólki. Ef við förum bara í grísku ræturnar á orðinu fegurð eða estetikos, að þá þýðir það í rauninni bara að svona skynja og upplifa og tengja mannsandan við í rauninni tíman og náttúruna. Ég bara venjulega segi bara sjálfa að þú veist, það make a sense, það sem make a sense er fallegt. Og það sem er fallegt að make a sense. Og það er ekki flóknar en það fyrir mér. Það er ágætis skilgreining. Og það gerir það verkum að þegar fólk byggir sjálft af þeim efnum sem það hefur og gerir þetta best úr því og saman tíma, ég meina eins og til dæmis það voru ýmis verkalýðsfélög, kennarafélagið og ég meina það sem byggðu sér blokkir til dæmis vestur í bæ. Á sama tíma að þá gerist það að eftir herinn og eftir þessi miklu fólksflutninga til Reykjavíkur að þá býr fólk náttúrulega bæði utan frá og svo frá öðrum ríkjum og núna upp á síðkastið og svo náttúrulega áður utan á landi, já.
Já, Þetta akkurat. er brjáluð þróun, sko. Já, það var alveg bara gríðarleg þróun þarna miðöld. Og það sem er svo áhugavert er að yfirvöld eða stjórnvöld taka sér saman þvert á flokka og segja bara ok, þetta gengur ekki lengur, við verðum að bregðast við. Þannig að yfirvöld fara líka að búa til bæði svona félagslega blokkir, gríðarlega fallegar eins og við þekkjum þarna á horni Birkimells og Hringbrautar, þarna sem Björnsbakari þetta var félagslegar íbúðir. Það er gríðarlega falleg blokk á horni Lönguhlíðar og Miklubrautar sem eru með svona bógasvölum. Þetta var félagslegt húsnæði og reynda voru sjálfstæðismenn mjög ósáttur að það væri svona mikil peningur í þetta. En sem sagt þessi blanda af þessu og svo náttúrulega sérstaklega verkalýðsbaráttan. Sér alþýðuhöllina sem Guðjón Samúelsson teiknar þarna á Hringbrautinni. Þetta er alveg gríðarleg framsýni sem fjallar að búa til húsnæði með reisn handa verkalýðum. Þannig að það er, eins og ég segi, þú veist, það er bæði vilji stjórnvalda og fólksins sjálfs og ef við má bæta við að þá til dæmis sko að það voru alls konar útfærslur hjá borginni, til dæmis þarna á hvað heitir að Kringlumýrarbraut sinnilega fyrir ofan Grensásveg, það eru svona byggingar sem að voru í rauninni, fólk fékk einhvers konar stimpil, teikningu af einhverju svona byrjunarhúsnæði sem það mátti svo bara byggja eins og það vildi við. Smáíbúðahverfið, það var náttúrulega hugsað sem svona sveit hálf og þar fékk fólk bara svolítið frelsi til að byggja. Þannig að þú veist, það voru svo margar sem sagt, það kom bæði svo mikill og sterkur andi og svona ábyrgð að hanna vel og búa fallega til nýja borg og ég vil kenna fólki að búa í borg, það þurfti eiginlega. Og svo þessi hvort sem það eru einstaklingar, verkalýðsfélög eða hvað sem þannig að allir byggja sjálfur sitt. Einmitt. Og það er mjög, mjög, mjög gott að þú farir yfir þetta því að maður tengir náttúrulega vel við þetta að það er ekki líku að jafna hvort maður sjálfur með þetta baby eða hvort maður tekur við því frá öðrum. En sko það heyrist mjög oft að við höfum, þú náttúrulega minnist á sjálfstæðismenn og þeir voru náttúrulega lengi vel með borgina, bara áttu hana einir, réðu hér öllu. Það var sannarlega vegið að verkalýðskerfinu. Heldur betur. Og eiginlega bara þurrkað út. En kannski undir forystu sjálfstæðismanna voru fleiri dæmi stórhug í byggingum. Dettur sumum í hug, stundum heyrir maður að fólk ræða það og stundum heyrir maður að það sé svolítið synd að við séum ekki lengur að búa til Hallgrímskirkjur og eitthvað svona sem hefur sér sannarlega hátt yfir hið hefðbundna og venjulega og það sem er almennt. Sko, það er kannski ekki tilviljun að síðustu 2 byggingar sem hefur verið mjög mikil umræðum og voru umdeildar, það eru báðar á tíma Davíðs, Perlan og Ráðhúsið fyrir Davíð. Nei, Ráðhúsið Davíð. Já, og svo er það sko þéttingarstefnan og það er þessi grái tónn. Að sko, ég efa það ekki að eftir að sjálfstæðismenn mistu borgina þá hafi mjög mörg góð verk verið unnin hér í Reykjavík. En sko, umhverfismálin og borgarlínan hafa verið rædd sem ástæður þéttingar. Á sama tíma þá hefur líka kannski götur verið þrengdar þannig að umferð fer þarna hægar og svona pirringstuðull margra í borginni hefur aukist. Það er meira grátt, það er þéttara, það er hægar umferð, það er engin hörgull á bílum, þeir verða fleiri og fleiri, það bólar ennþá ekkert á þessari borgarlínu og svona hægt og rólega sjá menn kannski ekki alveg ávinningin af þessum breyttu stjórnarháttum. Hvað segir þetta? Já, þú náttúrulega spyrði alveg rosalega víðir það eru mjög margir þættir í þessu en þeir eru allir svo áhugaverðir þannig ég ætla að vona ég ná að grípa á nokkra. Já. Sko, þú nefnir þarna Ráðhúsið og Perluna og ég held að Ráðhúsið að mörguleyti sé búið að sanna sig
og mér langar bara að skjóta hérna, ég vona að það vera ekki á langt en hérna það sem er svo magna við Ráðhúsið er að þar er ákveðin svona lýðræðisæfing að því leiti að við búum allir í landi, ég meina venjulega eru svona ráðhústorg sem eru mjög mikilvæg en við búum bara í landi þar sem að sko við nýtum torgin ekki mjög mikil og sérstaklega á þessum tíma við náttúrulega byrjum ekki að mótmæla eins og á Austurvelli en einu ráði fyrir en eftir hrun. Áður, þú veist, ég meina, Júgútt og hérna slagurinn eitthvað svona en í áratugi höfum við ekkert verið mikið að mótmæla. En okkur hefur kannski, Lækjartorgi hefur verið og fólk stendur í einhverjum garra og svona. Þannig að það sem Studio Granda sem teiknaði þetta hús gerir er að þau rauninni fletta húsinu við. Þannig að annars vegar er Ráðhústorgið dregið inn undir húsið í skjól og salurinn niðri hefur alltaf verið opinn fyrir hvert sem er til að leigja og ég held að maður megi leigja hann í hámark hálfa mánuð. Þannig að það er orðið í rauninni Ráðhústorgið þó svo hafi kannski ekki alveg náð að virka þannig í hugum fólks. Annað sem að var gert í því húsi var að í rauninni í staðin fyrir að þessi lokaðir veggir og hérna stjórnsýslan sé fyrir innan að það verið flett líka á hliðina þar og við horfum beint inn í glugga þeirra sem að eru að taka ákvarðanir. Þannig að þetta er ákveðin svona lýðræðisæfing. En þegar við byggjum svona stóra byggingar að þá auðvitað, það eru nokkri hluti, það geta auðvitað orðið svona ákveðið svona sammenningatákn svona einkenni fyrir borgina. Kennileiti sem sammenningatákn. Já. Og það sem gerist líka oft með þessar stærri byggingar er að þar er sko fjármagn lagt í það sko handverki er leyft að njóta sín góður hönnun, sérstaklega eftir að kynslóð arkitekta barðist fyrir því að allar opinbera byggingar og stærri byggingar færu í samkeppni sem þýðir að þá er besta, þá áður var þessu svolítið bara hérna svona vingsa til hérna pólitískra arkitekta, getur við sagt, þeir sem tengdu skorum flokki fyrir sig. Hins vegar getur maður sagt að ef við tökum til dæmis eins og Perluna, nú áttu að reyna að selja hana daginn og hún var metin eða þess að það átt að reyna að selja hana upprunalega 5 milljarða króna. Ef við skoðum Perluna að þá í rauninni er þetta lítill veitingastæður með hvolfþaki yfir sem að snýst. Já, þú ert að lýsa þessi floppi. Nei, það sem ég er eiginlega kannski að velta fyrir mér og sérstaklega núna þegar það er að borga, ég meina þetta átt að vera ákveðin gjöf til borgarbúa. Já. Og borgarbúar átt að geta aftur nota miðrými sem reyndar hefur aldrei almennilega virkað. En hérna, þau áttum að geta farið upp, hortið við borgin okkar, fengið okkur ís, farið á hana fína stað og allt þetta. Spurningin er, samt sem áður, forsvaranlegt að á þáverði að greiða 5 milljarða fyrir veitingar sem snýst og einu útsýnisskifu. Það er mjög góð spurning. Þannig að punkturinn minn er kannski sá hvað þetta varðar að annars vegar er frábært að við, og ég meina eins og bara allstaðar í París eða Róm eða þú veist, að það er ríka fólkið sem maður fjárfestir í handverki og svo sko njótum við þess handverk seinna. Almenningur bjó ekki þarna. Nei. Ok, en sko förum aftur í stóru byggingarnar, mér finnst skipta svolítið miklu máli sko hvatinn að byggingunni og hvernig hún á að vera nýtt fyrir almenning. Ef að hvatinn er sá að sko þetta sé einhvers konar, ég meina jú, eitt er svona kennileiti en sérstaklega ef það er sko hugmyndin er að þetta er að virkja að einhverju leiti borgarlífið. Þá finnst mér að öðru vísi heldur en ef það er einhvers konar hvað við segja, svona minnisvarði ákveðna stjórnmálamenn og hérna og til dæmis sko í stjórnartíð Davíðs Oddssonar þá er ansi mikið byggt húsdýragarðurinn og svona fleiri svona hlutir sem að sumir voru félagslega mjög áhugaverðir en aðrir kannski
því miður líkari minnismerkjum. Já, menn voru þó allavega að reyna. Já. Og sko, Harpan náttúrulega glæsilegt hús, en við getum ekki þakkað hinnu opinbera beinlínis hugmyndina af því húsi. Hún hefst náttúrulega sem einkaframkvæmd og segja að hún hefur vorið til vegna spillingar og vegna alls konar fjármála gjörninga sem við höfum rýnt í mjög gagnrýnu ljósi síðan. En stjórnvöld höfðu þó þann stórhug sem þurfti til að klára og nú eru allir ánægðir með Hörpuna, held ég, flestir. Ég heyr ekki menn oft tala ljótleika Hörpunar sem hús og funksjónin alveg gríðarlega þarna. Þetta eitt af þessum húsum sem hefur breytt Reykjavík mikið. Það miklu meiri gagnrýni í mínum vinahópi á kassana sem núna Landspítalinn niður í bæ, burtséð frá því að staðsetningin náttúrulega umdeilanleg. Margir sem hefðu viljað sjá einhverja aðra þjónustu þarna á þessum dásamlegu lóðum. Þá sko, af því að þetta svona það síðasta risabyggingin, hún Landspítalinn sko, sem hefði opinberað að reisa. Þetta ekki, finnst þér þetta tilkomið mikill arkitektur? Sko, ef við tökum kannski Hörpuna fyrst, þá held ég, og mín upplifun hefur verið að Harpan sé kannski höllin sem við aldrei áttum. Allt í einu kemur þarna hús sem við eigum saman, ekki bara borgin heldur landið, og sem sagt, allir landsmenn, og já, ég upplifa hana svolítið sem einhvers konar, og sérstaklega á þessum tíma, þar sem að við vorum náttúrulega í gríðarlegri útrás og vildum vera fólk með fólki, eða sem sagt, land með löndum, að þá var þetta einhvers konar kennitekn það, fannst mér. Innan í, sko, ég meina, það mjög margt arkitektonist sem ég set stórar spurningar við og hef skrifað greinum með fólk hefur áhuga. Og hún virkar, sko, að vissuleyti sem eitthvað samblanda lestarstöð og ég meina við komum aðeins í gegnum bílakjallara sem reyndar eitt bestan bílakjallara sem ég sé. En þarna þetta að tala sko stórhug kannski síðast svona nýfrjálshyggjunar versus það sem hefur verið að gera síðar undir kannski vinstrimönnum. Munurinn á vinstri og hægri bæði í rauninni í því hvernig þau tala hvernig þessi flokkar tala til kjósenda en líka í byggingum svolítið sko að hægrið mjög gott í að standa saman og henda frá sér svo kallum one-linerum sko að þú veist einhverju svona bump sem bara fólk skilur, fólk sér þú veist Harpan eða við ætlum að gera þetta fyrir þig vinstrið sko það hefur alltaf háðið í að það engin ekkert viðfangsefni svo einfalt að þú hendi bara, þú veist það miklu meiri félagslegri dýpt, fólk að tala meir hlutina, fólk að kynna sér hlutina og eins og til dæmis þessar fyrirhuguðu þéttingar svona, þessir þéttingarreitir sem eru fyrirhugaðir að mörguleiti gerst það svolítið svona, ég vil ekki segja skjólinætur en hugmyndafræðin kannski ekki nógu vel til almennings. Nemendur mínir, ég kenndi lengi í Listaháskólanum, arkitektúr og einu sinni gerðu nemendur okkar svona borgarverkefni og einn hópurinn bar saman New York og Reykjavík og mér minnir að fyrir sko sama kílómetra af sko lögnum fráveitu, vassveitu og öðru slíku. Man ekki hvort að við vorum innan við 100 í þéttasta parti Reykjavíkur og svona alltaf miklu gistnara fyrir utan. Það sem 2000 einstaklingar voru að borga fyrir þar. Og það sem við verðum að muna þó að við höfum alveg gríðalegt aðgengi að landi að þá samt sem áður sko innviðir eru gríðarlega dýrir, sérstaklega í okkar veðráttu og það verður að vera þannig að við séum sko með innviði sem að sko eru í einhvers konar samræmi við fólksfjölda til þess að þetta fari bara ekki í þann farveg að sko að borgin hafi bara valla efni á því, ég meina við sjáum það nú þegar að hirða allar þessar götur að ryðja snjó eða slá gras eða hvað veit ég og
Það tengist líka því að við höfum helst ekki vilja byggja mikið upp. Sko nei, og það náttúrulega spurningin sko já og nei. Við náttúrulega, ef þú tekur Vesturbæinn eða Heimana eða svona þessi svona kannski típisku miðstéttar úthverfi, að þá sérðu það fyrir sko fjórbýli eiginlega allir með risastóra garða, limgerði og grindverk. Og sem svona einhvern veginn og með stórrisunum þá þetta bara næstu 7-föld sveðja á félagslega samskipti. Það notar aldrei neitt þessi garð. Ég leyfi mér að fullyrða að það eru kannski nokkrir einstaklingar sem hafa gaman að planta plöntum. Að öðru leyti þá nýtir enginn þessi garð. Ekki svona við sem þú meina okkur hent út á morgun alltaf leika, við leikjum okkur aldrei í görðum, þá var niður í fjöru eða þú veist út á götu eða eitthvað. Þetta er góða punktur. Þannig að við sko því miður og það er mjög erfitt að þétta þessi svæði. Síðan er sko hvað kallar maður helgunarsvæði bílsins, allt þetta gríðarlega magn af grænum svæðum, getur við sagt, umferðareyjum, einhvers konar svæði á milli stofnbrauta. Það er alveg gríðarlegt magn af kílómetrum sem að liggja þar sem við bara áttum okkur ekki á. Ég meina bara breytt á einni umferðareyju getur bara verið, þú veist. Og þetta er svæði sem er mjög erfitt að þétta og það er svolítið vandamáli okkar. Þannig að á þeim reytum sem við getum þétt hefur það verið reynt eða sérst eru hugmyndir það og það hangir auðvitað saman við borgarlínu. Og eins og varst að segja áðan með bíla sko, vandamáli svolítið í Reykjavíkurborg er að og með fullri vinningu fyrir verkfræðingum að það eru sko umferðarverkfræðingar sem að stjórna svolítið uppbyggingu gatna. Hverjir ættu það að vera? Þetta er auðvitað pólitískt viðfangsefni. Þessu ætlum með Hringbrautina núna að það er reiknað út það er svona margir bílar, þeim fjölgar, það má helst ekki láta fólk hlaupa yfir götuna því það er lífshættulegt, þannig að það er sett upp þetta grindverk. Það sem gerist, og þetta veit fólk sem að hefur unnið borgarskipulagi og arkitektúr, það eina sem gerist er að brautin virkar breiðari, þetta gerist líka út í Garðabæ á Hafnarfjarðarveginum, að leið og þú sko lokar götuna af, þá keyrir fólk hraðar. Það er bara algjörlega og það koma fleiri bílar. Það er hægt að taka pólitíska ákvörðun, hún þarf að vera pólitísk, til dæmis maður sé til dæmis bara á götum eins og Frederiksbergsali í Danmörku sem er ekkert sérstök svona aðalgata, en þar sko, og ég meina á mörgum götum, ef maður sko blandar lögninni á götunni, ef maður plantar trjám, ef maður sko notar í rauninni efni og samhengi til þess að sko undirstrika þetta sé blandað samhengi, þarna séu hjól og strætisvagnar og bílar og gangandi, þá keyrir fólk þá er fólk miklu varfærnara í því að keyra og það lækkar umferðarhraðan og allt það. Eitt af vandamálum, ég meina þetta væri til dæmis hægt að gera niður í miðbæ, bara mjög auðveldlega, en það er vandamáli svolítið að Laugavegurinn og Bankastrætið, það skarast á við Lækjargötu og Lækjargata er þjóðvegur. Þannig að það er í rauninni vegagerðin sem að ræður úr honum en Bankastrætið er borgin. Þannig að minn gagnrýni á þetta sem þú ert að tala er sem sagt annars vegar að sko mér finnst borgar yfirvöld, þessi vinstri sinnir, hefðu kannski þurft að vera varp betur, þú veist, í staðinn fyrir að kynna einstaka reitið, einstaka hverfi, að vera kannski svolítið sniðugari með að henda út vonlænur það hvernig þetta á að gerast til almennings og útskýra af hverju þetta kom. Til dæmis bara þetta með innviðina, bara útskýra. Þú veist, ég hef aldrei heyrt talað um það, þú veist. En svo er þetta að tala hæðirnar á byggingunum og sko það er hægt að þétta. Það er þetta þétta mikið með 3-4 hæða byggingum sem er hæðin sem að okkar góðu arkitektar sem komu fyrst mátu sem eiginlega svona hámarkshæð í Reykjavík og ég meni, jú, kannski eigar turnar við einhverstaðar en það er alveg búið að reikna út að Höfðatörgsturnin að þar verða vindsveipir
sem geta sko í vondu veðri verið bara mannskæðir. Sko, þú veist, háhýsi ekkert endilega málið þegar þú býrð út á út á nesi. Og það sama því að tala sko Landspítalann. Að hvernig finnst þér arkitekturinn að hafa tekist til það? Sko ég ekki eins gagnrýnin á hann og margir, af því mér finnst þér ákveðin léttleiki. Ég skil svo vel þessa kassaumræðu. Og hún kannski umræðu sem við getum tekið á eftir. En mér finnst svona ákveðin léttleiki, ákveð uppbrot í honum, hann mun stallast, það myndar svona ákveðin fjölbreytileiki innan hans og léttleiki samkvæmt teikningum og samkvæmt því sem komið. Og það finnst mér í raun og það sem er kannski mikilvægast af öllu innra samhengi og svo aðferðafræði sem teiknuð Ég meina hugmyndafræðin framtíðar spítalann eða sjúkrahúsið og nú ekki tala sjúklinga lengur heldur notendur sem líka ákveðin. Hins vegar finnst mér fullkomlega galið, algjörlega fullkomlega galið að byggja ríkisspítala lengst út að nesi. Þar sem að rauninni núna höfum við höfum sem sagt hvað heitir brautin sem liggur hjá Kringlunni og niður á Miklubraut og við höfum Miklubrautina og við höfum Sundabrautina en allt verður þetta svolítið flækt þetta kemur inn í bæ. Þetta gerir sjúkraflutningum erfitt fyrir. Þetta strætóleiðir sem að sjúkraflutningar geta mögulega keyrt en við erum með algjöra stöppu á öllum þessum brautum 2 á dag. Þannig þú mátt helst ekki slasast nema kannski svona eittleytið. Þannig mér finnst þetta fullkomlega galið, algjörlega. Og til dæmis miðpunktur Reykjavíkur, Borgarspítalinn stendur eiginlega á miðpunktur Reykjavík, stór höfuðborgarsvæðisins. Vífilsstaðir til dæmis, ég meina, við sjáum eins og í Danmörku, þú veist, þeir byggja mjög oft spítalina sinna svona í útjaðri. Það engin spítali nema Ríkishospitalið sem samt ákveðin stofnun og var bara byggð og þetta hefur svo sem ekkert verið bætt við hana. En þú ert með Víðofri hospital og þú ert með svona, í öllum helstu borgunum að þá byggjur spítalan gjarnan út í svona graðslendi hjá skógi þannig að sjúklingum eða notendum líður vel. Það bætir veljiðan og það náttúrulega flækir aðeins að fólk þurfa að hlaupa allar þess að ganga en þjónustuna aðferðafræðin kannski býr betur á svo leiðstu. Já og ég hefði getað séð fyrir mér ýmsa aðra starfsemi þarna á þessari lóð sem að hefði hæft betur. Já, vera með flugvöll sem tekur við einkaþotum og sjúkraflugi og risastóran inn í þessari viðkvæmu byggð. Þetta svo brjálað. Já, líka því að maður verður að muna, akkur var þessi spítali staðsettur og það voru náttúrulega konur, hringskonur held ég, sem að börðust fyrir því að þessi spítali yrði byggður hérna. En maður þarf að muna að þeir sem skipulegja þetta svæði að koma og hafa lært í stórborgum og til dæmis að við tökum segjum bara París, þar sem ég byrjaði mitt nám að þar myndast svona sem sagt, borgin myndast til alltaf í hring í kringum eyju á einhverju á og fyrst myndast bara lítið þorp og síðan myndast einhvers konar virkisveggur venjulega, svo komum venjulega tollahlið og svo verður hringbraut utan það. Og það verður svona ákveðið miðflóttaafl og miðsóknarafl í þessu dæmi og þannig virka borgir. Svona þetta í Kaupmannahöfn, það að tala handarplanið þar en eiginlega flestum stöðum þá erum við að tala á og við erum að tala oftast einhvers konar eyju eða einhvers svona stað sem hentugur til verslunar og svo byggist þetta út í svona geisla. Þessa hugmynd hringbæinn, hún tekin og það er mjög leiðilegt að segja það eins og að við tökum oft, við förum kannski út í 2-3 ár og sjáum eitthvað þar í útlöndum sem okkur finnst mjög sniðugt og komum bara með það án þess að staðfæra það. Og til dæmis hringbrautin og fyrsta skipulag borgarinnar gengur út frá höfninni en ekki á og þeir sem að skipulöðu Reykjavík þarna 1927 að þeir
gátu náttúrulega ekkert séð fyrir. Þeir skipluðu borg sem þeim fannst bara nokkuð stór. Það átti að vera þarna háborg mennta og menningar sem síðan verður náttúrulega háskólinn 1911 strax. En allar stofnanir eru hugsaðar í þessari nýja höfuborg innan þessar hrings. Þannig að spítalinn er í rauninni settur og jaðar hringsins til að byrja með. Þetta var bara sveit, Laufásvegurinn var bara sveit. Og þannig að þessi staðsetning sko bara vísar í einhverja gamla fullkomlega úrelta tíma. Og ég hef verið að fylgjast með sko uppbyggingarsögu Landspítalans. Og jafnvel á tímum þar sem að sko hefur verið fullkomi backup frá stjórnvöldum, þá hefur aldrei tekist að fullbyggja. Spurningin við nú vonandi klárum við núna, en ég er endur ekkert viss það, og það er kannski ekki svona vinsæl, eða það er að segja, fólki munir kannski ekki meta það sem skynsamlega hugmynd, en ég er ekkert viss að við eigum að hugsa okkar spítala sem eina heild. Auðvitað eru sumir hlutir sem þurfa að vera saman. En ég er ekkert viss að Landspítalinn þurfa að vera við hliðina Háskóla Íslands til að byrja með. Ég er ekkert viss að þú veist, að það hefði ekki mátt skipta þessi borgarspítala og Landspítala og styrkja bæði og hafa þessi 3 sjúkrahús, sko, Landakotsspítala, Landspítala, þú veist, einfaldlega því við erum svo lítil þjóð. Ég meina í Svíþjóð, þú veist, þá bara, ég meina það vantar nýja spítala í Malmö, þá bara allt sett í einhverju svona húsagáma, 1-2 ár, svo bara, og það eru sko, ég meina það eru hér að spítalar allstaðar sem bara eru næstu á pari við Landspítalann og ég er ekkert viss sko að þessi hugmynd að smella þessu öllu saman í risastóran spítala sem á að vera einhver endanleg eining. Ég meina Landspítalinn getur ekki fært sig út eins og hann er núna. Hefðum verið til dæmis upp á Vífilsstöðum, ég meina það er náttúrulega Borgarspítalinn er náttúrulega líka inni, þú veist, en það eru engin stækkunarmöguleikar, það eru engin breytingamöguleikar. Við erum búin að festa okkur inn í viðkvæmu svæði, okkar viðkvæmasta svæði, sko, miðborgina sjálfa, og það var þarna sprengt hægri vinstri og hús fólks eyðilöðust og það er engin sem var að borga bætur fyrir það. En ég finnst þetta bara galið, algjörlega. Í fullkomnum heimi myndi ég bara vilja fá lest út á Keflavíkurflugvöll og flugsamgöngur eru þar. Það væri góð almennings samgöngumiðstöð niðri bæ og þú veist, og ég meina þetta ætti ekki að vera svo flókið því að það er bein leið inn nesið. Þannig að fara síðan þvert á með aukaleiðir og svona. Þú veist, ég hef ekki kynnt með nýjastu sko teikningaborgarlínuna nýlega, en En Reykjavíkurflugvöll barn síns tíma, löngu úrelti þínu mati. Finnst mér ég skynja á já, þínu máli. vegna þess að ég ber fulla virðingu fyrir því að landsbyggðarfólk vilji komast strax inn í miðborgina. Og eitt af því sem mér hefur alltaf þótt svolítið vandamál er að ég sé ekki, og ég held að sé ekki, samtal á milli borgarinnar og ríkisins þá staðreind að þetta er bara lítil borg, annars vegar, bara út á nesi, og hins vegar höfuðborg. Já, og það held ég að megi beint skýra með því að andstæðir pólar hafa stjórnað borginni undanfarið og svo aftur hinnir sem að hafa stjórnað ríkinu. Já, þannig ég held bara sko að og fyrir það gjöldum við öll. Já, og ég meina, þú veist, ég meina að einhverju leyti, sko, arkitektúr er alltaf afsprengi þeirra hugmyndafræði, þess að ríkjandi hugmyndafræði sem að sprettur úr. Þannig að við sjáum alveg þessa sósíaldemókratísku uppbyggingu öld. Við sjáum mjög skýrt nýfrjálshyggjuna á sínum tíma. Ég meina, þetta er það sem við sem þjóð viljum. Það sem mér finnst kannski líka er að við erum svo ung sko sjálfstæð þjóð að mér finnst sko okkar púður hafa farið kannski meira í að reyna að vera það sem við viljum að aðrir sjá okkur sem frekar heldur en að reyna að finna út hver við erum. Já. Að ég held að við höfum sko líkamna hæfileika
sem meðal annars búa í sem sagt torfbænum, minnst lesturinn á torfbænum hafa verið mjög takmarkaður og í rauninni, ég allavega finnst mér að það með læra mikið á honum. Við erum þjóð sem erum algjörlega vön við að búa við skort, aðfangaskort. Við erum vön því að geta aldrei almennilega skipulagt hlutina fyrirfram, enda líka sér það hjá stjórnvöldum, það er aldrei neinn almennileg framtíðarplön. Við erum rosalega sveigjanleg og svona fyrirbæri, ég kemst ekki yfir fyrirbæri eins og hjálparsveitina, að á þessu landi sem er svona hættulegt, að þá rekur ríkið ekkert miðlægt batteri sem að er til björgunar, heldur er það sjálfboðaliðar sem er bara að vinna í hérna frystihúsinu, hárgreiðslustofunni, þú veist, lögfræðingarnir eða hvað. Þetta fólk sko, það þjálfa sig á eigin tíma, það gíra sig upp, þau borga sjálf. Þau þurfa að selja flugelda og lyklakippur til þess að eiga fyrir búnaði. Ríkið leggur meira sig að sko skatt á bensínu þeirra. Fílíkur félagsauður. Já, síðan allt í einu ef eitthvað gerist. Þú veist, við erum bara hérna, bara eitthvað, þú veist, ef eitthvað gerist, þá bara allt í einu húp, þá bara byrtist eitthvað stórkostlegt fyrirbæri sem hefur algjörlega þjálfað sig, skipulagt sig sjálft og fer bara upp á hérna, þú veist, upp á öræfi að bjarga einhvern vitlýsing. Skilur hvað við? Já, ég skil það. Þú veist. Þetta á íslensku almenningssönglaugurnar, þetta er bara það besta í heimi, þetta er það besta við Ísland. Já, og þess vegna held ég sko, ef við stoppuðum aðeins, og ég held þessi tími til þess núna, að við stoppuðum aðeins og sko reyndum að skilgreina bara, þú veist, eins og bara í alþjóðasamhengi, ég meina, ef þú sér Evrópu, hver einasti fersentimentur þar er skipulaður, og það eru maður sér þetta alltaf svo vel úr lofti þegar maður nálgast einhverja borg og þá verður maður alltaf að hugsa til Íslands og það sem hvað allir sem mörg próst af landinu skipulað, þau eru ekki mörg. Nei, það er enda sko, það er komið skipulags álaga og hefur verið í langan tíma á svæðum náttúrulega hérna, þú veist, álendi er náttúrulega einhvers konar almanneign eða þannig, en láglendi á að vera skipulagt, en þú veist, það á náttúrulega kannski ekki vera skipulagt niður sentimetra. Þú veist, það er einhvers konar, þú veist, og það eru meira sér til einhvers konar svæðaskipulag sem að sko, það eru sumir hlutir, til dæmis innvið sem tengjast einu landsvæði yfir í annað og þá er gert skipulagt í kringum það. Það er rosa fallegt. En hérna... Ég vil meina að við séum villibörn. Við erum það, við erum öll húrrandi ADHD, því að þú annars gætir ekki lifa af hérna. Nei, það er rétt. Og ég held að sko í þessum, hérna, ekki það, ég ætla að fara að segja við sem Guðskjöf til mannkins eða eitthvað. Jú, við erum það líka. En ég held sko að okkar geta og okkar kannski innlegg í það vá sem að blasir við okkur er kannski þessi geta okkar til þess að vera ofboðslega sveigjanleg með gríðarlega samheldni, ef eitthvað kemur fyrir þá stöndum við saman og það er ekkert rómantist, það er bara því að öðruvísi lifum ekki af, en þannig hefur það þróast. Og við höfum, sko, ef við drepum hann ekki alveg í einhverju mótinísku Excel-skjali og rúðustrykun núna með þessum nýjustu kynslóðum, sem betur verið nýjasta kynslóðun okkar alveg frábær, eða allavega svona að stóra leyti. Aðeins skárinn hinnar. Já, það gerðist eitthvað, ég er búin að kenna í 17 ár, það gerðist eitthvað þegar þessi kynslu mætti vaktina. Já, frábært að heyra. Ég þurfti ekkert að útskýra hvorki... Fyrir okkur vona að heyra það. Já, þetta var svona fyrst getur sem ég þurfti aldrei ekki að, sko, þurfti ekki að nota neitt tími að útskýra feminisma eða ökológi eða náðu, þau voru bara með þetta. Gagnrýnin, en allavega. Hérna, en ég held, já, og ég held að, sko, því miður erum við komin ansi langt inn í kapitalisman, inn í, sko, þú veist þetta með fegurðin, þú veist, allt það sem ekki er mælanlegt og skipuleggjanlegt, það er ekki til. Og þarna höfum við leyft nýfrjálshyggju, hægrann og rökhugsunni að taka alveg yfir og þess vegna endurtek ég sko að þetta með fegurðina, það er ekkert flókið. Það meikar sens ef það er fallegt. Sko, því miður þá er tími okkar á þrotum, en hérna, ég ætlaði líka aðeins að ræða við þig það sem að skiptir náttúrulega miklu máli að ræða sem er
að samfara þéttingunni þá hefur náttúrulega verið miklar áhyggjur af ljósi og mér dettur í hug hvort ég get ekki bara kallaði hérna aftur að rauðaborðinu og við getum rætt það hvort skugginn yfir byggingum sem verið að reisa núna felur bara í sér dauðan til framtíðar, hvort við þurfum að bregðast róttækt við. Við skulum endilega gera það, því þar get ég aðeins bent á von. Já, þú ert með einhverja von þar. Ég er með von þar og við tölum þetta heldur ekki ljótleika byggingar sem ég var alveg til að ljós og ljóta byggingar. Ég verið til að koma oft frá það. Já, við erum ekki alveg búin að klára þetta. Nei. Þú spyrir svo viðra spurninga. Nei, ég meina það er bara svo mikið undir hjá okkur og það sem er með borg eins og Reykjavík að í hvert skipti sem að kemur ný bylgja af byggingum að við verðum að muna, þú veist, byggingar standa í allavega 100 ár ef það eru sæmilega byggðar, reyndar sumar nýju byggingarnar ekki, en ok. Og það eru alls konar hugmyndir hvernig við getum endurnýtt jafnvel þær sem við erum hægt að nota. Það er mikið komið í samtali núna. Anna María Bóadóttir hefur til dæmis gert alveg grettistak í að varpa ljósi á það. En hérna við gleymum stundum held ég kannski að sem sagt hversu í svona litlu samhengi hver svona bylgja af byggingum hefur mikil áhrif á okkur, hefur mikil áhrif á mannlífið borginni og mannlífið í sem sagt bara hjá þjóðinni. Þetta er alltaf öðruvísi heldur en Kaupmannahöfn eða Malmö sem eru stærri þó komið smá slumma hér eða þar. Það hefur ekki þessi gríðarlega áhrif. Hjá okkur breytir þetta öll. Þannig að ef það eru byggðaljóta byggingar sem að mætti líka ræðum aðeins betur að þá skiptir það greiðlega máli og hefur ofboðslega áhrif á okkar samlífi sem borgarar til aldar. Við náum betur utanum þetta seinna, við bara finnum annan tíma Hildigunnur Sverrisdóttir til þess að klára þessa umræðu. En kæra þakkir að sinni fyrir að koma. Takk og gaman að spjalla við þig. Takk fyrir boðið. Sömuleiðis, mjög gaman að spjalla við þig. Takk. Og ég vona að þið hlustendur og áhorfendur séu það fróðleiksfúsir að þið viljið heyra meira sem við stefnum að kannski í næstu viku eða þar næstu. En áfram heldur þátturinn ekki fara langt að nýtt efni eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.